15 mínútur. Velkomin aftur hingað upp. Takk fyrir. Ég ætla bara að byrja á, fara bara beint hérna upp. Hver ætli sem eigin ástæðan fyrir að gangi svo hægt að innleiða auknar almenningssamgöngur og virka ferðamáta á Íslandi, samanburði við Norðurlöndin? Mér finnst þetta frábær spurning. Hver vill svara henni? Og ég benda á ykkur. Það engin svona augljós kannski kandidat fyrir hana. Hver vill fá hana? Ragnar, þú ert svo skelegg, ég ætla að byrja þér. Heyrist alveg ég sem þá. Okay. Ég kenni námskeið sem heitir hagnýt félagssálfræði og þar eiga nemendur að leysa einhver svona samfélagsleg vandamál með kenningu félagssálfræðinnar og þetta eitt af þeim sem það einu sinni reynt að leysa. Það voru nemendur sem tóku fyrir Akureyrarbæ vegna þess að það er frítt í strætó þar en samt er eiginlega ekkert útbáður. Þannig að það er ekki kostnaðurinn allavega sem að það er þær lögðist yfir þetta og komist að því að strætóin fór ekki þangað sem að það var best fyrir hann að fara. Þeir sem áttu að nota hann mest, það voru krakkar sem voru að fara úr skóla á æfingu, það var eitthvað þorpið og glera, þetta var sitt hvort megin og þurfti að bæta leiðirnar. Þannig að ég veit að strætó til dæmis er búin að vera að reyna að vinna mikið í þessu. Það sem að þarf að gera er að kannski að hafa minni bíla og miklu tíðari ferðir. Þannig að veistu að þú missur að stræta, það er bara annar að koma. Hafið þið farið í metróið í Kaupmannahöfn, frábært kerfi. Við erum mjög vön því að hafa líka mikið einstaklingsfrelsi og stjórna alveg sjálf hvernig við höfum. Segðu þetta aftur. Já, það heyrist svolítið skringilega í okkur. Já, við heyrum okkur vantar mónitor. Já, það getur verið að mandi eitthvað. Við erum vön svo miklu einstaklingsfrelsi sko, og stjórna sjálf. Já. Og svo held ég að lengi hafi bara ekki þótt fínt að vera í strætó á Íslandi. Heldur við erum að breyta því? Heyrðu, já, akkúrat. Maður vinkonu minnar fer alltaf í strætó í vinnuna og hún fékk einu sinni spurninguna, er allt í lagi? Já, einmitt, það er þetta sem við þurfum að breyta. Er allt í lagi? Af hverju er Ragnar komin í strætó? Á hún ekki bíl? Hún ekki efna bíl? Hvað segir þið um þetta? Matthildur, neytendur. Já, við höfum náttúrulega því miður ekki gert eitthvað svona rannsókn á þessara hegðun neytenda. Þannig ég held ég hafi bara afskaplega litlu við þetta að bæta. Okay. Og stökkum við bara í næsta. Má ég aðeins bæta við það? Já, endilega. Ég myndi bara vilja að stjórnvöldum fjármagna meira að rannsóknir sem að Ragna og hennar félagar geti gert á að finna út af hverju þetta er svona. Þannig við getum aðlað þá stjórnkerfin að þeim venjum sem að þarf að sinna. Takk fyrir. Það er fleiri að sækja rannsóknarstyrki fyrir mig hérna í dag. Nei, þetta var svolítið sláandi með 99% á fjármagn sem fari í aðra rannsóknir heldur en á okkur og akkur við hegðum okkur eins og við gerum. Ég sé að spurningarnar eru svona allar að stefna svolítið sömu átt hérna. Þú ert aftur efst, Ragna, en áttu dæmi velheppnaða stefnumótun erlendir sem breytti hegðun í því samfélagi? Ég var að heyra bara núna daginn af Svíþjóð. Þar er búið að, ég held fella alveg niður virðisaukaskattinn af viðgerðum. Þannig að það er auðveldara fyrir fólk að fara með hlutina sína inn í hringrásarhagkerfið, gera við síma, gera við sjónvarp, gera við þvottavélar og svo framvegis í staðinn fyrir að kaupa nýjar. Þannig að núna er orðið ódýrara að gera við heldur en að kaupa nýtt. Það er dæmið vel Frábært dæmi. Ég kom hingað á rafhjóli, ekki fékk ég einhvern styrklega kaup með rafhjól. Af hverju fær fólk ekki styrklega kaup sér rafhjól? Já, það er að nota umbunarkerfin og refsingakerfin, skatta og tolla og svona á miklu skilvirkari hátt. Já. Hugarfarsbreyting er eitt, hegðunarbreyting er annað. Hvernig geta fyrirtækin sem við verslum við ýtt undir breytta hegðun? Það er nú svolítið Neytendastofan. Já, í hljóðust að horfa á mig, já. Sko, fyrirtækin alltaf hafa auðvitað mjög mikil áhrif á það sem við verslum, eins og Ragnar bendir á, hvaða vörur eru til, hvað er í boði. En við sjáum það líka af þessum rannsóknum, til dæmis frá Eurobarometer, að neytendur eru í miklu meiri mæli tilbúnir til þess að velja vörur út frá umhverfissjónarmiðum. Og þannig skiptir bara máli að þeir fái skýrar upplýsingar og réttar upplýsingar. Eitthvað sem við skiljum, bæði þá eitthvað sem við getum kynnt okkur betur þegar við höfum tíman, en líka eitthvað sem við getum gripið í álfatímanum út í búðinni með barnið með okkur. Já. Hvað segið þið? Þau leikið stökkum. Eydís, ég sé út að hlæja. Já, ég held reyndar að sko,
það þurfi líka bara ákveðna stefnu. Ég var svolítið hrifin af því sem þú sagði við ráðherra áðan, af hverju gerur það ekki bara? Það þarf bara svolítið að gera hlutina, það er svolítið að taka ákvörðun það að við ætlum að hafa þetta svona. Já, í því samhengi Ragnar, ég er með já eða nei spurningu fyrir þig. Ragnar, getur þú aðstoðað ráðherra við að innleiða nýjar breytingar? Eitt orð. Kannski ef ég fæ frí í hinni vinnunum minni. Ég myndi frekar velja að vinna fyrir loftslagsráð, ég held að ég sé meira með að nota hann. En, já, ég hef svolítið verið að velta því fyrir mér hvort það þurfi ekki einfaldlega að takmarka innflutning á jarðefnaeldsneyti til að ná settum markmiðum. Ég sé einhverjir að spyrja að þessu hérna líka. Hvað segir þið um það? Það þarf klárlega að setja stefnu og það þarf klárlega að taka einmitt ákvarðanir í þessu átt. Og stundum þarf náttúrulega að taka ákvarðanir sem verða ekki rosalega vinsælar. Nei. Og við gerðum það í COVID. Það tók ekki rosalega langa tíma þangað til að okkur fannst við öll vera voða eðlilega. Við sátum hérna með grímur eða bara fengum ekki að koma einhvers staðar. Og þá varð líka árangur. Og það var bara mjög skýrt hvernig reglurnar ættu að vera og hvert við ætluðum að stefna. Og þarna vantar okkur aðeins skýrari sýn í það hvernig við ætlum að hafa þetta og hvert við ætlum að stefna. Hvað segir þú, Þórunn? Já, mér langar kannski að taka þessa mynd bara ennþá stærra, svolítið eins og Eydís er að gera, af því að hérna aftur, það kom fram hjá Stefán áðan, það er stutt síðan ég byrjaði þessu starfi, þannig að ég er búin að vera hérna nördíst að lesa hvað er að gerast á öðrum svæðum í kringum okkur, á Norðurlöndunum, Bretland hefur náttúrulega mjög langa sögu frá 2008, ég setja sér bara mjög skýra sýn á hvað það ætlar sér varðandi samdrátt og Norðurlöndin. Við getum svo deilt hvernig hefur gengið en ramminn er svo skýr. Og ef við setjum okkur skýrari ramma, alveg eins og Ragnar var að tala hérna áðan, gerum þá línuna beina, þá er auðveldara að komast áfram af því að við viljum ekkert breyta hegðun. Það er bara í okkar mannlega eðli, ég hef alltaf gert þetta svona og ég ætla að gera þetta svona áfram. Þú getur bara breytt þínu. Við erum reynda mjög fljóta aðlagast nýjum venjum. Já, þegar er búið að setja ramman og við komumst ekki upp með annað. Kærleiksríkan ramma. Já, akkúrat. En Matthildur, hefur Neytendastofa valdheimildir til þess að refsa félögum sem eru með innantómar umhverfisfullyrðingar? Já, stofnunin gerir það. Þá í gegnum löggjöf sem við höfum eftirlit með óréttmæta viðskiptahætti, þá viðskiptahættir eru óréttmætir ef að fullyrðingar eru villandi eða hreinlega rangar eða það vantar upplýsingar, þeir eru óljósar eða óskýrar. Og stofnunin getur gripið til úrræða eins og bans, hún getur lagt á stjórnvaldssektir og getur lagt á dagsektir ef að til með til. Til þess að þá þarf við að byrja og fara gegnum svolítið langt stjórnsýslu meðferðarferli, geta meðalhófs og rannsóknarreglu og fyrirtæki fá tækifæri til að tjá sig málið. Stofnunin hefur tekið einstök mál til meðferðar sem varða umhverfisfullyrðingar. Þau eru ekki mörg, gætu verið miklu fleiri. En það mætti kannski segja að það sem stofnunin er að gera núna er að vinna svolítið mikið svona ósýnilega grunnvinnu sem að leiðir þá til þess að hún getur farið í meiri framkvæmdir. Sérðu fyrir þér þessum mál muni fjölga? Já, þau muni gera það. Eins og staðan er núna þá erum við svolítið miklu samstarfi við til dæmis systurstofnunum á Norðurlöndunum við það að uppfæra leiðbeiningar. Því við teljum það líka mjög mikilvægt hlutverk stofnunarinnar að leiðbeina fyrirtækjunum um það hvernig þau geti hagað sér til þess að starfa innan rammalagana og stofnunin geti það síðan gripið inn í þegar út af bregður. Og eflaust er það mun skilvirkari aðferð að byrja á að leiðbeina frekar en að byrja á að banna. Já. En hvað stendur í vegi fyrir að opinberar stofnanir innleiði grænkerafæði í mötuneytum að mestu leyti? Má ég hoppa inn í það? Já. Ég vera mjög fullyrðingaglöð með þetta, ekkert. Það er bara ekki neitt. Ég hef mjög góða sögu að segja ykkur af því að kokkur sem er grænkeri var að segja mér sögu af því að hann var með opið hlaðborð í hádeginu alltaf fyrir fólk sem er vinnandi fólk úr umhverfinu og merkti þá það sem var grænkerafæði versus hitt og það var bara ekki borðað. Og veistu hvað hann gerði? Hann bara hætti að merkja þetta og þetta fór allt. Ok. Munið ekki eftir snúðunum í bakaríinu sem allt í einu voru vegan, fólk hætti að kaupa það? Já, það bara hætti að merkja. Þannig að fólk heldur alltaf að það sé að gefa afslátt á bragð, næringu eitthvað. Já, eða bara þetta fer í þetta sem við erum svolítið gjörn á og það er annarkvort hlutinni svartir eða hvítir. Og þetta vegan dót. Ég er grænkeri sjálf, þannig ég þekki þetta. En ég held að það sé bara málið, það er ekkert.
En það þarf náttúrulega þá að breyta líka okkar framleiðslukerfi. Ég vil geta keypt minn mat í okkar umhverfi og ég veit að við getum framleitt hann. Má ég líka sko, það þarf ekki alltaf að vera bara annarkort eftir kjötæta eða vegan. Hvernig væri einhverjir framleiðendur myndu búa til eitthvað sem væri 50-50, þið svona nautahagsbragðið en helmingurinn af þessu ég veit ekki, þetta stróklegur úmf. Þannig að ekki fyrir mig, en ég vil frekar borða bara grænmeti. Þannig að það eru alls konar leiðir sem hægt að fara og þá helminga kannski neysluna. Algjörlega. Ég var grænmetisæti í mörg ár en það var í fjallaþorpið mitt í Mexíkó þar sem ég gaf afslátt á því af því að maður borða það sem staðbundið. Þannig að ég finnst það vera góða punktur. En hver áhrifaríkasta leiðin til að fá heimilin til að taka loftslagsmál alvarlega? Taka heimilin ekki loftslagsmálin orðið Ég ætla bara að segja, ég held að langflest heimili taki loftslagsmálin alvarlega. Þau þurfa bara að skýra leiðbeiningar hvað nákvæmlega þau geta gert. Eydís, þú varst eitthvað að bæra á þér? Já, ég held einmitt að heimilin og einmitt börn, ég meina við horfðum á myndbandi hérna áðan og mér fannst börnin eiginlega vera með þetta svolítið á hreinu, sko. Ég held að við sem svona einstaklingar á heimili tökum þetta alveg alvarlega, en ég held að það vanti svolítið mikið upp á svona heildarsýnina samt. Og hvar er mesti ávinningurinn og hvernig ætlum við að taka á því. Þannig að þetta hefur að gera með ákvarðanir og stefnu. En mér finnst líka svolítið áhugavert að við meira ekkert snert á því að sko til dæmis það að vera grænkeri er neysluákvörðun og hún er oft auðveldari fyrir þá sem eru svolítið svona fjárhagslega öruggir sko. Og allar þessar ákvarðanir okkar, við þurfum líka að auka jöfnuð í samfélaginu svo allir geti verið saman í liði. Það er svolítið einföldun að segja að við erum öll að gera þetta saman. Við erum ekki að því, þannig ég held að við eigum að fá þetta aftur í kastleysu hérna inn sko, að styrkja stöðu allra í samfélaginu. Er það ekki eitthvað sem við eigum að gera? Allar reglur. Ef við erum saman í liði þá verða allir að byrja í sama búningi og í sömu takkaskóm sko. Já, ég held að við þurfum ekkert loftslagsumræðuna til þess. Það er bara grundvallaratriði. Þetta er stórt innlegg í loftslagsumræðinu. Velferð fólks, alls lífs og velferð jarðar. Er þetta ekki það sem að, ég vil segja, pólitík þarf að snúast í grunninn óháð hvaða flokki það tilheyrir fólki sem að sinni því góða starfi? Við erum umhverfið. Þessar reglur sem ég er alltaf að kalla eftir, það þurfa að vera réttlátar vegna þess að annars missiði salinn, missið fólkið úr liði með ykkur ef þetta er ekki réttlátt skipt. Við förum að brenna út á tíma. Hérna stendur til Rögnu. Ótrúlega áhugavert erindi. Þakka fyrir. Ertu með hugmyndir hvernig má breyta hegðun fólks til að minnka einkabílanotkun og nota meira almenningssamgöngur? Já, við þurfum ekkert að finna upp hjólið það. Það er búið að gera þetta í svo mörgum löndum og eins og ég man ekki hver sagði það þetta er allt sem, þetta er ekki rocket science þannig séð. Það er til fullt af leiðum til þess að gera þetta og eitt er að bæta sjálfkerfin og fjölga ferðum. Þetta eru frábærar spurningar en þær eru margar að snerta á svipuðum hlutum. Þannig að mér langar kannski líka bara að gera eins og gerðum áðan og er eitthvað sem þið viljið segja að leiðarlokum? Það er spurning hvort ég svara ekki Vigdísi að Neytendastofa tekur glöðu öllum ábendingum. Já. Endilega hafa samband. Segja nei og vera í samtali, fá nýjar hugmyndir. Er það ekki? Já, ég held, allir þessari loftslagsumræðu þá verðum við bara að huga aðeins að því að þetta snýst lífríkið. Og þetta snýst í rauninni að við mannkynið lifum af. Því að ef allt fyrir á versta veg, þá munum við bara eyðast út. En alveg eins og Surtsey og Ísland á sínu tíma, þá mun jörðin sjá sig. Lífríkið mun þá bara hægt og rólega að taka við sér á eitthvað hátt aftur, við verðum ekki þarna. Þannig að við skulum gera mannkynið þessi virði að halda því á lífi. Dansa, syngja, spila tónlist, tala saman, hafa gaman. Er það ekki málið? Bara kærar þakkir.